Heil og sæl, í þættinum í dag ætlum við að ræða stjúptengsl og stjúpfjölskyldur. Við vitum það að í okkar samfélagi er það eiginlega að verða jafn algengt og hvað segir maður, IKEA-fjölskyldur og ósamsettar. En það er líka mikilvægt, það er vandi að setja saman nýja fjölskyldu og mörgu að hyggja og margt sem að maður kannski veit ekki eða kemur manni á óvart áður en maður fer inn í slíkt verkefni. Og til þess að ræða þetta, ef ég fengi til við mannsku sem hefur svona sérhæft sig dálítið mikið í vinnu með stjúpfjölskyldum og jafnvel að kenna það upp í Háskóla Íslands. Og vertu hjartalega velkomin, Valgerður Halldórsdóttir, félagsráðgjafi. Og segðu okkur aðeins frá því, ég segi að þú hefur svona verið að sérhæfa þig í stjúptengslum, en hvernig kemur það til? Þetta kemur nú til bæði svona af persónulegri og faglegri reynslu. Ég var einhleyp móðir og fór í sambúð með einhleypum föður og við vorum eiginlega samfært það að þetta yrði nú lítið mál. En ég get alveg sagt þér frá því að ég held að við höfum dottið í alla þá pitti sem hægt að detti. Okay. Það er nú gott fyrir skjólstæðinga að vita þetta þig. Já. Og þannig að þannig að það var svona, þetta var mun flóknara heldur maður hafði gert ráð fyrir. Já. Og eitt af því sem maður upplifði, þetta var mjög einmannaleg staða. Já. Það var, maður fekk lítið skilning, maður var að reyna að ræða þetta og það var svona sagt við mig, láttu ekki svona Valgerður, þetta nú bara svona hins einn og því meira sem ég upplifði slík viðbröð því svona, var það eiginlega bara pirrari, leiðari og meira einmanna Já, eðlilega. Já, en svo þegar ég fer að læra félagsráðgjöf og þá fer ég að bæta mig, að lesa mig til þennan málaflokk. Já. Það var nú ekkert mikið til en byrja þar. Já. Og síðan leiðir eitt öðru. Já. Og ég opnaði þessa heimasíðu 2004, stjúptengsl.is. Já, og þú hefur líka gefið út, það ekki bók? Jú, ég gaf út bók. Já. Hver í fjölskyldunni heitir hún? Já. Það er ekki alltaf allir sammála það. Þú ert að kenna fjölskyldu stjúptengsl í félagsráðgjöfinni í Háskóla Íslands, eða ekki sagt? Já. Fjallum skilnaða og stjúptengsl. Já, og færðu líka til þín fólk, ertu með stofu eða svo Já, ég vinn með fjölskylduráðgjöf og með stofu. Þá er bara svona fyrsta konkrétt spurning og pæling. Ef að ég væri nú einhleyp og svo kynntist ég öðrum einhleypum manni og við ættum börn úr fyrri samböndum og þá er líka fyrrverandi maka, eða málsins samkvæmt. Og okkur langaði bara núna í upphafi sambandsins, að því við vissum að við værum að setja saman fjölskyldur, að svona fá leiðbeiningar og ráðgjöf þegar við vissum að þetta væri kannski ekki alveg einfalt og líka til þess að detta ekki í pittina, sem að og einhver myndi bara ráðleggja, farið bara til félagsráðgjafa og skoði þetta. Og við sætum í sófanum hjá þér. Ég meina, hvað myndirðu ráðleggja okkur svona númer 1, 2, 3? Ég meina, hvaða atriði væri mikilvægast? Mikilvægast er að búa til tengsl. Já. Að ég myndi ráðleggja fólki að vinna í tengslamyndun og að viðhalda tengslum, bæði við sín eigin börn og þetta er lykilatriði í þessari tengslam er að hafa maður og mann samskipti. Vegna þess að það sem að finnur ofta að það vantar þessi tengsl, fólk fer síðan mjög fljótt kannski samband og fer að setja mörk og reglur og þetta svona vindur upp á sig og skapar átt leiðilega aðstæður þegar tengslin ekki til staðar. Meinar þá þegar maður ekki búin að mynda tilfinningatengsl við til dæmis þessi börn sem komin í líf manns og maður á allt í einu að fara að vera uppalandið? Já, þú þarft í raun og veru eina sem maður getur krafið sem stjúpforeldri er virðing og kurteisi. Ef það er ekki virðing og kurteisi í samskiptum þá er mjög erfitt að mynda tengsl. Já. Þannig þetta er svona eitt af því gagnlegri sem að kenni fólki bara börnum í lífinu að sína kurteisi og virðingu. Já. Vegna þess að þegar þú byrjar að þá þarftu að gefa börnum tíma. Þeir þarf að kynnast þér, þeir fyrir að vita hver þú ert. Þeim þarf að langa til að koma móts við þig. Já. En þeir þurfa líka að finna sama tíma að þau hafa foreldri sitt. Já. Og að það sé ennþá til staðar. Já. Þannig að þetta er raun og veru það sem að leggur áherslu á í nýju samböndum að búa til tengsl, viðhalda tengslum og þetta gerir maður með maður og manns samskipti. Og ég meina að því maður getur náttúrulega ekki gert ráð fyrir því maður finnur það sjálfur kannski, maður eignast stjúpbarn, maður kannski byrjar ekki að elska það leið og það byrjar heldur ekki að elska
mig leið. Nei. Það þarf að vinna í því að við elskum hvort annað, eða hvað? Já, ég meina það þarf ekkit endilega að vera einhver elska, það þarf bara að vera kærleikur og virðing. Já. Og það raun og veru ofta til þessi krafum og sért eins og mamma, eins og pappi, þú hefur ekki þessar tilfinningar. Það getur orðið svona reiði og pirringur, gagnvart sjálfum þér og öðrum. Já. Þannig að ég sé nú stundum við fólk, ímyndaður að þetta sé bara besta vinarins. Já. Hvernig myndir þú nálgast það þá? Já. Já, ég myndir nú svona bara kannski gera, er þetta ekki bara fín byrjun? Já. En þessi ágreiningu verður oft til sko þegar fólk fyrir að búa saman, það er ekki búið að búa til ramman. Hvernig ætlum við að hafa þetta hérna? Meinar þá nýja parið er ekki búið að ræða það? Já, það er bara ekki búið að ræða það og ég myndi segja fólk hérna úti sem er að íhuga sambúð, ég segi sko, skoðu nú bara reglunar heima á hvort öðru. Já. Skoðu hvað þau myndi vilja haldi og hverju myndi vilja breyta. Já. Byrjið að gera það núna sem einhleypir foreldrar. Já. Að þegar við erum einhleypir foreldrar, dettum oft inn í það að eiga alls kyns samráð við börnin okkar sem áttu við maka áður. Já. Og svo náttúrulega börnin komin í sambönd, þá náttúrulega missaði þarna ákveðið vald. Já. Og byrju, okkur má ég ekki ákveða lengur hverju kvöldmatinn og okkur má ég ekki svo upp í rúmi og... Já, því þegar maður kannski skilur og svo er maður bara einn með sínum börnum eitthvað svona að þá breytist einhvern veginn sko, maður verður í meiri jafningjasamskiptum við börnin sín. Já, og svo er það allt einu setnir í barnasamskipti aftur. Já. Ég meina þú sem nýr maki, þú vilt ekki að 8-9 ára barn ákveða endilega hverju kvöldmatinn. Nei. Þú vilt hafa eitthvað það að segja. Já. Þannig að ég myndi svona að segja, byrja á tengslamyndinni, maður og mann og og hugleiði bara þennan ramma. Hvað getum við fara að breyta svona hvort öðru, sko breyta hjá okkur sjálfum í rólegheitum. Já. Þannig að það verður svona eðlilega þegar við förum inn í sambúðina. Já. En maður heyrir oft að fólk gerir strax þetta kröfu til sín í raun og veru og sambandsins að það verður bara búin til ný fjölskylda leið. Já, einmitt. Og er það ekki einhver misskilningur? Ég meina, getur maður bara búið til eins og bara upp úr kókópöfsbakka bara sótt nýja fjölskyldu? Nei, ég meina þess vegna heitir bókin mín Hver er í fjölskyldinu? Vegna þess að það er ekkit endilega samstæð það hver bara býr á heimilinu, hver er í fjölskyldunni. Nei. Og þess vegna býrðu til þetta að vinna í tengslamyndun. Leiðu fyrir að tengjast fólki. Þá er það orðið hluti af fjölskyldunni. Ef þú er stjúpforeldri sem er svona, þú er kannski ekkert endilega inni þessa dagana, þá ertu bara ekki í fjölskyldunum minni. En barnið geti verið í fjölskyldunum minni. Já. Svona einfaldasta spurningin er í raun og veru bara að spyrja fólk, hver er í fjölskyldunni? Og það farið mjög miklar upplýsingar. Já, þú meinar. Já, og þá farið að vita hver er í fjölskyldunni, en ef það er mikil ágreiningur á milli foreldra og annar foreldrar situr hjá þér til dæmis, þá er ekki talað hina fjölskylduna. Það er það bara þín fjölskylda, þetta er ekkert svona hávísindilega aðferð, en hún gefur svona oft góða mynd, hvernig börnunum líður og fullorðnu líka. Já. En hvað er það sko, maður heyrir stundum fólk tala eða nefna svona og oft í kannski viðtölum við prest og því finnst það auðvitað mjög leiðilegt og ég skamma sig fyrir að það sko að stjúpbörnin sko eru farin að fara í taugarnar á þeim sem sko á fullorðnu einstakling, á stjúpmóðurinni og stjúpföðunum og þú veist það byrjaði kannski ekki alveg þannig en það einhvern veginn hefur þróast þannig og fólk bara finnur neikvæðar tilfinningar í garð barnsins og þetta getur bara gerst og þetta þýðir ekki að fólki þetta séu vondar manneskjur sko. En ef einhver er í þessari stöðu, segjum einhver sem er að horfa á þetta, sko, af hverju myndast svona? Af því að er það barninu að kenna, er það stjúpmóðurinni eða stjúpföðurnum að kenna eða er þetta eitthvað samspil? Já, sko, venjulega fer fólk ekkert í taugarnar frá fyrstu kynnum. Nei. Og yfirleitt þegar maður spyr fólk, þá segir þau, þetta var bara mjög fínt fyrst. En það er svo margir þættir, þetta er ekkert einhverjum einum að kenna. Nei. Og yfirleitt er þetta nú kannski ekki sérstaklega börnunum að kenna. Maður þarf ofta að hjálpa fólki að taka þungan af börnunum og setja þangað það sem það á heima. Og það getur verið til dæmis að ef stjúpforeldrar upplifir það að við erum kannski búin að ákveða einhverja reglu, barnið á að fara að sofa klukkan 10 og gera eitthvað, en þú gerir ekkert í því, þú er samt búin að samþykkja regluna. Já, sérstaklega blóðforeldri gerir ekkert í því. Já, og það er svona og svo fer ég svona í þig og þú gerir ekkert, þá færðu kannski þessa tilfinningu að barnið stýrir bara öll að stjórna heimilinu. Já.
Þetta hefur ekkert með barnið að gera. Nei. Þetta hefur við samspil þeirra fullorðni. Já. Oft á tíðum það líka kannski sem foreldrar átta sig ekki á, foreldrar út í bæ, getur haft gríðarlega áhrif á bara aðlun og líðan barns í stjúpfjölskyldu. Já, svo þessu foreldrið sem ekki í, Býr ekki þessu heimili. Já. Bara til dæmis erfið samskipti milli fyrrverandi maka, eða þarf ekki endilega að vera fyrrverandi maka, það geta hafa bregnast barn eftir sutt kynni, að það hefur haft áhrif, það fylgir oft börnunum inn í þessu umgengni þeirra. Já. Og bara svona endalausar hringingar eða stjórnun eða ráðstafa tíma, það eru svo margir hlutir sem geta haft áhrif. Og stjúpforeldrið fær oft þessa tilfinningu að þetta foreldrið stjúpforeldrið, að það stýrir allar stjórnu á heimilinu. Já. En það er kannski ekkert ætlunin að gera það. Nei. En það er að því að þessi fyrrverandi makar, samskipti þeirra, trufla svo. Og til dæmis ef að ég segi alltaf já, ég beð að breyta helgi eða gera eitthvað, ég segi alltaf já, að því ég vil fá börnin mín, eðlilega, að ræða við maka minn. Já. Þá fari þessi maki minn þá tilfinningu að ég sé nánast bara ennþá í gamla sambandinu. Já, og það sé bara stjórna og fyrrverandi makin sé bara stjórna lífiðinu, sko. Já. Og þess vegna segir maður alltaf, sko, ef maður geti kennt fólki bara eitt sem á börn á 2 heimilum. Já. Að það væri svona gerður ráð fyrir því að þegar þú hringir og óskar eftir einhverju breytingu að fyrrverandi makin eða barnsföður eða móður þurfa að eiga samráð. Já. Hún Gugga var að hringja að hvort við getum skipt helgi er eitthvað því til fyrirstöðu. Já. Og yfirlega segir fólk bara já, nei, ekkert mál. Nei. En að vera spurður skiptir öllu máli. Já, akkurat. Og þetta er bara, þá segja margir, ég kann ekki við þetta, þá er eins og hún sé fann að stýra alltaf stjórna þessi nýji. Já. En það er þetta skortur á samráði sem skapar leiðindin. Já. Og þá getur það orðið þannig að þú færð að upplifa það á þess að átta þig á því að það sé barnið sem er að valda þér þessari gremju, sko. Já. Og svo ef þú átt maka sem þið er ekki samstilt hvernig þetta á að vera þarna heima, að þá gerist mjög oft, og maður sér þetta oft hjá stjúpmæðrum, þær eru kannski að ráðstafa öllum sínum, það er alltaf með vinkonu sínum eða þær eru ofta að fara að heiman, stjúppapparnir gera þetta líka. En það sem að kenni fólki í raun að veru, maður þarf að taka lokið af pottinum áður en síður upp úr. Já. Þú ert ekki að fara í einhverju svona pirringi og neikvæðina heiman, af því það kemur mjög illa haldin tilbaka, þú er bara með samviskubit þú kemur tilbaka. Þið líður ekkert vel. Nei. Og þess vegna segir mér oft í fólk, hugsaðu bara þessa viku, búið til einhverja stundatöflu, þar sem við ætlum að hafa svona maður og mannssamskipti og hvenær myndið þú vilja fara og hitta vinkonu þínar? Já, ég ætla að gera það þarna og þú þarna. Og svo ætlum við að gera þetta saman og þetta er svona aðferð, þegar þú fyrir að gefa maður og mannssamskipti, þá áttu líka auðvitað með að setja mörk. Já. Þá er þetta ekki svona, þannig að leið þú brýtur upp vikuna og léttir á henni og þú veist hvað er í gangi og fyrir börnin er þetta líka mikilvægt. Þið vita hvað gerast þarna þegar þeir eru að fara á milli. Að það líður öllum betur. Allir öruggari. Allir öruggari og ég held að þetta hljóma kannski ekkert mjög rómantískt, sko, en þetta er samt nauðsynlegt. Og þannig að þú svona, já, ég ætla að fara þarna og gera þetta, ég er ekki lögst að flótta, ég ætla að fara bara því mér langar til. Já. Þetta er svona tími fyrir mig til að næra mig. Já. Og þannig að þetta er svona leið, maður er ofta að kenna fólki að setja upp svona töflur, þannig að algengasta umhverftunarefni barna til dæmis er að ég fæ aldrei tíma með pappa eða ég fæ aldrei tíma með mömmu. Já. Og þeim líður oft þannig að það sé búið að taka brætlega foreldri sitt. Já. Og þau bara fylgdi ekki með ætliðungunni. Nei. Og þannig að maður þarf alltaf að passa og svo er satt að börn séu svona, það sem er leiðist kannski svolítið í umræðu stjúpbörnin, þeir eru oft ætlaðir einhverju aðri hlutir heldur en börnum almennt. Já, nefnilega. Já, þeir hefur verið svona oft meira stjórnsöm og undirförul og frek og auðvitað kannski getur stjúpforeldrar upplifað þannig. En hvernig ert þú ef þú ert að upplifa það að þú ert að missa einhver tengsl, einhverja nánd? Já. Ef makiðin er alltaf hættur að hringi þig og hann lætur ekki vita, hann ætlar að
fara eitthvað eftir vinnu, ég meina þú myndir verða afbrýðisöm. Já, sjálfsögðu, já. Og þegar þú uppbyrð það að foreldrið þitt er ekki með fókusin á þér. Já. Og þess vegna þarftu að stimpla Og þú ert barn meiri segir, Þú ert barn í þokkabót. Já. Og eðlilega ferð að reyna að ná athygli og tengslum og ef þú ert foreldri með mikla sektarkennd og samanskupið, þá fyrir ofta að láta eftir allskis hlutum. Já. Svo ertu með fúla maka við hliðina þér. Þess vegna skiptir maður sig upp. Þú færð bara góðan tíma sem við ætlum bara að fara að kasta grjótunir í fjöru eða ísbíltúr eða eitthvað, spjalla og þú hefur alltaf með öruggan. En ef ég gef þér ekki enn tíma, þá er þetta allt einhvern veginn svona bara í lausu lofti. Og ef við erum búin að góða stund, þá er miklu auðveldara fyrir mig að segja, heyrðu, Bjössi minn, manst þetta að setja diskinn í þvottavélina? Já. Akkurat, að aga. Já, en ef að þú ert ekki tími, mikið samvinskupið og börn hafa ekkert að gera við foreldrar með samvinskupið. Nei. Þetta er bara... Foreldrar með samvinskupið er ekki góður uppalendur. Nei. Nei. Maður fer að gera allskis hluti sem maður myndi annars ekki gera. Nei. Og þess vegna er svo gott fyrir foreldrar að vita bara vertu það foreldrar sem hefur verið. Já. Og gef því frekar tíma. Já. Þá ertu með og þá áttu auðveldur með að setja mörk. Já. Ekki samþykja eitthvað við makaðina þú heldur að hann verður svo ánægður með þú og samþykja það. Þú treystir ekki til að fylgja þið eftir. Nei. Og líka því að það er náttúrulega mest í ótti barna þegar við vita að foreldrarnir er að fara að skilja. Já. Þú veist, mun það breyta samskiptum mínu við foreldrana? Oft fá börn nánari tengsl við skilna, hann er svolítið merkilegt. Já, það getur náttúrulega blóðið. En þetta er nú bara tilgata hjá mér. Ég er ofta að veltaði fyrir mig hvort að mikið af þessu skilnaðarrannsóknum, áhrif skilnaðar á börn, snúist kannski meira áhrif nýrra stjúptengsla á börn. Já, þú meinar. Vegna þess að þegar þú ert einhleypt foreldri þá svona kannski efast ekkert ást og umhyggju foreldrisins. Það er kannski með lítinn tíma og eitthvað svona. En þegar þú ert kannski ekki látið vita þegar að fara að gifta sig eða þú ert ekki boðið með í sumarfrí þegar ekki hringt í þig, skilurðu. Þá ferðu þetta efast ást og umhyggju. Já. Og maður sér oft líka, ég er í framhaldsskóla og félagsþjónustu og svona, að oft þessi krakkar með miklu minni bakland. Já. Þurfa þá reyna að vera fullorðnari fyrr, heldur kannski að... Já, maður fær svolítið þessa tilfinningu sko að börn í stjúptengslum, og ég er ekki að tala allar stjúpforeldra, skilur þetta er tilhneiging, að þau eiga einhvern veginn fyrr að sjá sjálfa sig, nú er svo stór, 18 ára, við veitum hvernig samfélagi lítur út í dag. Það er ekkert auðvelt að komast að heima bara fyrir 30 ára. Nei, nákvæmlega. Þannig að þú veist, maður þarf svolítið að hugleiða að hvernig getur maður áfram verið þetta bakland. Já. Og ég held að mikið, þetta er svona, mest er ekki mín sýni til dæmis að stuðningsneti gistnar. Já. Að það er miklu, og þegar foreldrar segja kannski, já, þú mátt hringja þegar þú vilt. Þegar börn upplifa fullorðni líka, þetta er ekkert bara börn, það er líka fullorðni, þú hættir að hringja. Þetta er ákveðið merki það að tengslin eru að rofna. Já. Og ég held að við erum með miklu fleiri, við erum ekki að tala þess að rofnu tengsl í dag. Nei, það er alveg rétt. Að þú ert að missa baklandið þitt. Og maður sér líka þessa kynslóð í dag sem er alveg 80-85 ára sem fór að stað með skilnaðarbylgjuna. Já. Hún í raun og veru gömul og hvar er baklandið hennar? Akkurat. Þetta verður svolítið svo búmerang. Já. Skilurðu? En það er eitt sem að fólk spyr mig stundum að því fólk hjón koma til mín þegar í aðdraganda skilnaðar og er að spyrja mann ráðlegginga varðandi umgengnisvenjur eða umgengni við börnin eftir skilnað og þá er fólk stundum að viðræða við mann býtu vika og vika, mælist þú með því og eitthvað svona er að spyrja hvernig finnst þér að ættum að gera þetta finnst þér að stelpan ætti að vera hjá mér og strákurinn og eitthvað svona þú veist og þetta er svolítið erfitt þegar maður sérstaklega hefur ekki reynslu af þessu sjálfur í beinlinis að ráðleggja vegna þess að þetta hlýtur að vera eitthvað sem þarf að láta reyna og vera hægt að endurskoða síðan ef það virkar ekki. Hvað segir, nú er til dæmis mjög vinsælt að tala um þetta viku system, hvað segir þú um það? Já, ég meina ákveðnar rannsóknir sýna það að þetta hendar sumum börnum ágætlega. Já. En við höfum hins vegar ekki margar rannsóknir það af hverju börn hætta í viku. Nei. Og þannig að til dæmis er ný meistarriki hjá nefnum minn upp í háskóla, hann var að taka viðtal við krakka sem hefði verið í viku og þessari skipti búsetu. Já. Og sum voru mjög ánægð og það virti skipta svo miklu máli hvernig stjúptengslin, hvernig þeim
hvernig þau urðu. Já. Það sem voru góð stjúptengsl, þá gekk þetta mjög vel. En það sem stjúptengslin voru erfið, þá vildu við vera meira á öðru heimili. Og það er ekkert eitt rétt í þessu. Sum börn þola þetta mjög vel, önnur þola þetta bara ekki vel. Og ég held að eins og þú segir bara áðan að maður þarf að vera vakandi. Já, þarf að fólk verði að geta endurskoða þetta út frá hvernig börnin bregðast við þessu. Ég held að við ættum bara svona samningar sem ég ger. Ég kalli þetta foreldrasamninga. Já. Hvernig ætlum við að hafa okkur sem foreldrar og ég tek alltaf stjúpforeldrar með inn í slíka samninga. Og það er alltaf endurskoðun ákvað í slíku samningum. Já. Vegna þess að eitthvað sem er ákveðið fyrir 3 ára barn, það er ekki að henda 7 ára eða 10 ára. Nei. Þannig að ég held að við séum svolítið, við þurfum að vera vakandi. Já. Og oft finnst krökkum bara unglingsaldri, þú veist, sléttujárnið, það er heimja á þér. Og eina peysa sem ég get notað er þarna. Skilur, það er allski svona hluti sem þau verða oft svolítið þreytt á þessu ferðartöskulífi, en þau kunna auðvitað vel að meta það að eiga góð tengsl við báða foreldra. En svo sér maður kannski þess að krakka sem eru veikir félagslega. Þá er mjög erfitt að vera aðra vikun í Hafnarfirði og hina Breiðholti. Akkurat, já. Börn eru náttúrulega þannig, ef að besta vinkonu mín er ekki heima, þá fer ég bara eitthvað annað. Já, akkurat. Þú veist, þannig maður þarf að hugleiða, sko, hversu sterk eru þau félagslega. Já. Og hvernig funkar á foreldrunum, ef það er mikill ágreiningur hjá foreldrum. Já. Þá er það náttúrulega bara, getur ímynd að þú lifir algjörlega 2 aðskildum heimum. Já, og talandu það, samskipti sko foreldrana og fyrirverandi maka, sko stundum upplifum aður, fólk bara segir, þú veist, þetta er bara mjög klippt og skorið, það eru bara samskipti þegar varðar eitthvað með börnin og þeirra hag og þessu utan, þú veist, þá bara er engin samskipti og við erum bara, þú veist, það er svona frekar mikill kuldi eða bara hvað maður að segja, svona bara, já, þetta er bara mjög skýrt, bara skýr samskipti og svo heyrir maður á hinbóginn líka sem fólk tala sko, já, þú veist, það er bara rosalega góð samskipti og við bara heldum jólin saman, öll sömul og nýja fjölskyldan og eitthvað svona og maður bara, já, ok, þú veist, þetta er bara allt í samkrulli og þetta virðist ekkit vera neitt mjög skýrt og þetta er bara rosa og þá fer ég stundum að velta fyrir mér og sko, er þá fólk að tróða á einhvern hátt á sínum eigin tilfinningum þegar það er að gera þetta eða getur fólk í alvörunni verið í svona samskiptum þess að bara ekkert mála að halda jólin saman með fyrirverandi og allt þetta, þú veist, hvað segir þú Ég held að sé ekkert eitthvað eitt rétt í þessu, ég meina sumir geta þetta alveg og bara allt í lagi, en hins vegar sko kannski oft á tíma til dæmis einhleypir foreldrar að gera þetta, krakkar upplifa oft annað skilnað, skilurðu, þegar svo eignast nýja maka og hvað þá Kannski geta haldið fyrstu jólin saman og ekkert mál. Skiljanlegt. Svo kannski næstu jól, þá er komið nýr maki og þá eru þið ekkert að halda jólin saman. Nei, þá er það ekki lengur. Nei. En ég er ekkert, ég held að þetta sé ekkert eitthvað eitt rétt eða rangt. Aðalatriðið er að eins og maður segir, þú ert að hafa hagsmuni barna inn á leiðarljósi. Það er ekki að láta allt eftir þeim. Og það er ekki að spyrja þau álits á öllu. Viltu fara til pabba eða er þetta ekki agalega erfitt og flókið þá ertu alveg kvíða og neikvæðni, skilur. Það er í raun og veru að geta sett sinn ágreining og sinn prívat kvíða og prívat allt til hliðar. Og maður verður að vinna úr því einhvers staðar annars þar. Og börn þurfa að geta umgengisbáða foreldra sína og maður segir þegar kemur upp svona ágreiningu, er þetta það alvarlegt að til ástæða að barnavernd kom inn í málið? Já, akkurat. Ef það er ekki það alvarlegt. Já. Og börn þurfa að vita, jável, sko, maður, með þess að börn fanga og fólk með alvarleg veikindi, geðræn veikindi og annað. Maður þarf að búa til einhverja glugga til að börn geta umgengis foreldra sína. Þú veist, það er ekkert fasti foreldrar þannig að það þurfa að stöðva algjörlega alla umgengi. Svona í flestu tilvikum er betra fyrir börn að geta umgengist foreldra sína en ekki. Það er bara einhver undantekningar. Það er bara einhver undantekningar, auðvitað það er til. Bara fólk þarf að eitthvað skrýmsli, sko. En ég meina bara stuttu kaffihúsahittingur eða, þú veist, það er þetta að vita að maður sé elskaður. Það er ofsalega mikilvæg næring og börn fráskilna foreldrar upplifa þetta ofta þessu minna virði. Og ef ég upplifi mikils virði í augum foreldra minna og þessin er svo mikið að þú kemur inn í stjúptengsl að vita hvernig þú getur skapað að ég veit ekkert neitt stjúpað sem vill ekki tengja stjúpforeldri sínu eða stjúpforeldri sem vill ekki tengja stjúpbarninu sínu en það er svo margt sem getur haft áhrif
en fyrrverandi maki, blóð, foreldri, barnsins, getur auðvitað haft áhrif á það að barnið þorir ekki að tengjast stjúpforeldrinu. Já. Og því fyrst að vera svíkja. Já, það er þessi hotlustu klemma barnsins. Já, hotlustu klemman. En sko, foreldri er bara, við foreldrarnir, við þurfum ekki að óttast. Nei. Það þarf enginn að óttast þó nýr stjúpforeldri kemur inn í líf barns. Það mun aldrei koma alveg í staðinn fyrir foreldrið. Nei. Þú ert alltaf mikilvægasti einstaklingurinn. Það er gott að þetta sé sagt, því að fólk getur raunverulega óttast þetta. Já, þú getur kannski fundist nýji maki, fyrirvændi maka, vera óbáslega flottur og býtu hvað er ég þá í samanburði. Já, og hún er svo skemmtileg. Hún er svo skemmtileg og snið og allt það að hann. En svo langar mig kannski að minnast á eitt líka þessi börn sem þekkja foreldra sína lítið, sem er að fara á milli heimila. Já. Og því yngri sem börnin eru við skilna, það eru oft náttúrulega á lítil samskipt, þá eru þessu börn oft svolítið svona á reiki, eða ég veit ekki hvernig ég orða þetta, og þau eru að fara á milli heimila. Og ég held að sé mjög mikilvægt, þetta er nú yfirleitt pappar sem eru þá, að þessi pappar gefa sér tíma einir með barninu. Skiljið til að búa til tengslin, oft á tíð með að vera að reyna að gera allt saman, kannski finnst þeim þetta erfitt verkefni í sumum og vilja alltaf hafa kona sína eða manni sem er, en þá byrði ekki til þessi prívat tengsl. Þú þarfst að byrja á því að þau kannski voru ekki mikil þegar skilnaðurinn. Já, og það vinni í því. En þetta er öllum aldrei. Afi minn, hann bara var konin 11 heimil og giftist og flutt út, sko. Já. Þannig þetta er ekkit, sko, þetta er ekkit á bara börn, þetta er öllum aldrei. Já. Valgerður Halldórsdóttir, bara takk fyrir, þú veist, þetta voru svo mikla ráðleggingar eða svona, já, þetta var svo upplýsandi spjall og takk fyrir að koma til mín í þáttinn. Og við kveðjum hérna í dag og hérna sjáumst bara galvösk aftur í næstu viku. Takk fyrir samfylgdina. Bless.